Hugboð hafði ég það í æsku að til væri land undir sólinni sem héti Kína. Einkennilegt land, langt, langt í austri. Færi Reykjavíkin þangað skemmstu leið, þóttist ég vita að hún yrði 7 mánuði á leiðinni. Það var yfir óravegu að fara milli Kína og Íslands, ríkisins í miðið og ríkisins á ysta hjara veraldar þegar 20. öldin gekk í garð. Á báðum stöðum hokruðu menn við búskaparhætti sem höfðu verið óbreyttir frá aldaöðli og vissu ekkert hvorir af öðrum. Heimsmenningin svokölluð var kannski ekki langt undan en hafði enn ekki gert stór áhlaup sitt, hvorki í austurvegi né á norðurslóðum. Þetta sagan af íslenskum sveitadreng sem fékk þá hugljómun að fara kringum hnöttinn til að komast til síns fyrirheitna lands, Kína, en var loks að hverfa þaðan leiksoppur ógurlegra heimsviðburða. Ólafur Ólafsson ólst upp í Norðuradal í Mýrasýslu, þar sem nútímamönnum þykir hvað fegurst að litast þennan kjarrivaxna dal. En þetta var fátæk sveit og þröng bíl. Fegurð fjallanna kringum dalinn varð heldur ekki til að lina harða lífsbaráttu foreldra hans, Ólafs Ólafssonar og Guðrúnar Þórðardóttur. Þau hokruðu fyrstu búskaparár sín á heiðarbýlinu Galtarhöfða en urðu að flýja þaðan eftir 3 hörmungarár með fáeinar skepnur og fátæklega búslóð. Við tók Desey, annað kotbýli, nær mannabyggð en engin kostajörð heldur. Þar fæddist Ólafur 14. ágúst 1895 í litlum og lélugum torfbæ sem faðir hans hafði þó byggt við svo að þunguð húsmóðirinn þyrfti ekki að skríða inn og út göngin. Báðir þessir bæir eru löngu farnir í eyði og eins og þeir hafi verið þurrkaðir af yfirborði jarðar enda dóu foreldrar Ólafs áður en þeir komast á 11 ár, þrotinn að kröftum og allir horfnir á vit feðra sinna sem þar ólu mannin. Ólafur var 7. í röð 11 systkina. Eins og gjarnt var fátæk heimili tvístruðust börnin sveitina, þau voru send í fóstur, en Ólafur ólst þó upp hjá foreldrum sínum. Það var kannski helsta lán þessarar kotfjölskyldu að börnin voru hraust og komast til manns, utan eitt. Barn sat Ólafur yfir fé á fjöllum, í 5 sumur var hann þar einn með sjálfum sér. Af lýsingu hans má ráða að hann hafi verið draumlynt ungmenni, þótt varla hafa hann rennt í grun að sín byðu önnur örlög en búand hókur forfeðrana, langt handan við fjöllin sem umkringdu dalinn. Fólk hafði orð á því hver rólegur ég væri í hjásetunni. Óla óhætt, honum leiðist ekki, var viðkvæðið þess. Það hefði átt að vita hvernig mér var innanbrjósts. Á einveru stundum fór ég að tala við Guð, en datt ekki í hug að slíkt gæti kallast að biðja. Mér var það nautn að leita nálagðar lifandi Guðs í gleði og sorg. Hugfanginn af fegurð náttúrunnar lofaði ég Guð háum rómi og gagntekinn af leiðindum sagði ég honum raunir mínar allar eins og maður talaði við mann. Bróðir minn einn bar það upp á mig að ég væri að tala við sjálfan mig. Ég varð afar skömmustulegur en þagði. Eldri bræður Ólafs voru þó ekki gáttar eins og háttarlegi drengsins að þeir ákvaða að koma honum í skóla. Hann fekk uppfræðslu að prestssetrinu í Hvammi en fór haustið 1912 í læri hjá Sigurði Þórólfssyni, miklum frumkvöðli í menntun sveitahæskunnar sem þá stýrði Hvítárbakkaskóla. Þar var hann í 2 vetur. Aðkoman að Hvítárbakka var reyndar ekki mjög glæsileg í þá tíð, blautar mýrar og vegleysur allt í kring og húsakynnin frekar léleg. En skólalífið var fjörugt enda var mikill vorhugur í lofti á Íslandi, þjóðin var að vakna úr dróma. Íslendingar voru að öðlast sjálfstraust. Ólafur segir frá því að skólasveinar á Hvítárbakka hafi þóst vera karlar í krapinu. Þá þótti mörgum alger óþarfi að trúa á Guð.
Og við vorum þarna nokkur flón sem dáðumst að þeim hetjuskap að trúa á mátt sinn og megin. Þá var ég hræsnari þegar ég þóttist ekki trúa á Guð. Á hvítasunnudag 1914 verða svo straumhvörf í lífi Ólafs, 19 ára unglings. Hann fór til messu hjá séra Tryggva Þóroddssyni sem þá þjónaði að bæ í Borgarfirði en varð síðar forsætisráðherra Íslands. Upp frá þeim degi taldi Ólafur Tryggva einn helsta velgjörðamann sinn þótt þeir kynntust varla. Tryggvi talaði Guð. Það gerðan á þann veg að Guð varð mér lifandi staðreind. Draumar mínir glæsta framtíð hurfu eins og reykur. Eftir að hafa afrækt Guð í full 2 ár var sem stífla bristi innra með mér. Lífið hafði engan tilgang annan en að þekkja Guð, leita hans vilja og segja öðrum frá honum. Að ég ætti að fara til heiðingjana og segja þeim frá Guði varð svo sjálfsagður hlutur að frjálst val var alls ekki að ræða. En ungi maðurinn vissi auðvitað lítið kristniboð. Mormónar höfðu boðað trú á Íslandi og fóru af þeim furðulegar sögur. Í Borgarfirðinum höfðu menn heyrt af hjálpræðishernum og þótti það skrítið fyrirtæki. Köllun mína þorði ég naumast að kannast við fyrir sjálfum mér, hvað þá öðrum. En henni var þó ekki leynt, ég var allur á hennar valdi og bar hana utan á mér eins og auglýsingamaður skilti. Ég var því brátt grunnsamlegur í augum ættingja og ástvina, svo ekki var að villast. Annarkvort var ég orðinn vinglaður í trúnni eða eitthvað geggjaður. Ólafur áræddi ekki að tala við séra Tryggva, en sumarið fór hann á fund klerk sem honum þótti árennilegri, Magnúsar Andréssonar á Gilsbakka. Magnús sýndi ekki undrun, en réði piltinum að tala við Sigurbjörn á Gíslason í Reykjavík, sem væri Íslendinga fróðastur kristniboð. Sigurbjörn átti eftir að reynast Ólafi hollvinnur síðar meir, en það var brostin á heimstyrjöld og kannski ekki furðað lítil tök væri á að senda fólk héðan til kristniboðs í fjarlægum deildum jarðar, hvað þá óharnaðan ungling sem enginn kunni nein deili á. Næsta sumar fór Ólafur norður á Siglufjörð og var þar í grjótvinnu. Þarna stalst ég á samkomur hjá hjálpræðishernum og samkomur sem norskir sjómenn höfðu með sér í kirkjunni á Siglufirði. Stalst því að ég fyrirvarð mig gagnvart félögum mínum vegna hugarástands míns og fór mjög einförum. Vissi hvorki hvað ég átti af mér að gera né hvað mig myndi eiginlega verða. Þá gerðist það að ég kom inn á vitnisburðarsamkomu hjá norsku sjómönnunum. Ég skildi að vísu fæst af því sem þeir sögðu, en svo voru áhrif þessara einlægu og eldheitu vitnisburða sterk að ég varð sem frá mér numinn á hrifningu og í hálfgerðri leiðslu var ég staðinn upp úr sæti mínu og farinn að halda tölu. Að samkomunni lokinni tók einn normaðurinn Ólaf tali og þeir gengu saman út í nóttina. Misseri síðar skrifar normaður þessi móður Ólafs bréf og segir að hún þurfi ekki að hafa áhyggjur af drengnum sínum, hann sé kominn í skóla í Noregi. Bréfritari var Lars Slottsvík, skipstjóri frá Álasundi. Hann hafði tekið Ólafi í fóstur og reyndist honum betri en enginn næstu árin. Á sumrin var Ólafur hásett á skipi hans á Íslandsmiðum, þeir fiskuðu vel og verð á fiski var hátt. Honum fénaðist betur en fyrr og síðar á ævinni og eftir fyrsta veturinn á skólabekk í Osló hafði hann efni á því að kaupa sér frakka. Ólafur líkir Noregsförinni við að klefadyrum hafi verið lokið upp, frelsið blasti við. Til Íslands átti hann varla afturkvæmt næsta aldarfjórðunginn. Og í Noregi var fólk sem var öllum hnútum kunnugt í kristniboði. Norska Kínatrúboðsambandið rak kristniboðsskóla á Fjellhaug í Osló. Ólafur fékk þar inni og varðveitt bréf frá 21. júlí 1916 þar sem honum tilkynnt að hann hafi fengið skólavist. Honum leyft að setjast í annan bekk enda voru engin nýir nemendur aðrir teknir en þetta ár. Næstu 4 ár var Fjellhaug og skógivaxnar brekkurnar þar í kring hans annað heimili. Íslendingar hittast í Osló og fagna einsásafmæli fullveldisins 1. desember 1919. Það ríkir glaðværð en veislan haldin í miðju Vaterlandskverfi, mesta eindarbæli Oslóborgar. Ólafur þarna heimilisvinur hjá Ólafíu Jóhannsdóttur, íslenskri konu, sem íklædd peysufötum líknaði föllnum konum, fátæklingum og sjúklingum. Oslóbúar kunni henni slíka þökk að þarna stendur af henni stytta innan verslunarhallir og turna
en líka óhrjáleg hús sem minna á liðna tíð og heyra brátt sögunni til. Og óneitanlega endurómar það einnig lífstarf Ólafíu að þarna mitt í auðlegðinni halda ennþá til blásnauðustu þegnar velferðaríkisins, spássíufólk, drykkjurútar og innflytjendur frá Asíulöndum. Tuttugasta og 1. ágúst 1920, stutt eftir 25 ára afmæli sitt, tekur Ólafur kristniboðsvígslu. Viku síðar stígur hann á skipsfjöl og siglir út Oslofjörð. Það er sumar og loftið þrungið blómaangan, mangrúin á bryggjunni er ljósklæddur. Ferðinni er heitið til Ameríku. Ég er allt í einu staddur í hóp Ameríkufarana. Þegar ég var 8 ára langaði mig svo að fara til Ameríku að ég lá heilar nætur andvaka. Seint á kvöldi reika ég einn á efstu þiljum og horfi í vestur, í áttina til Íslands. Logar kvöldsólarinnar gylla haf og himinn. Ég stari mig blindan á uppsprettu þessa dýrðarljóma glóanda gulls. Bjart hefur verið yfir Íslandi í huga mínum öll þessi löngu útlegðarár og mér er órótt innanbrjósts, eins og eftir ófyrirgefanleg tryggðarrof. Ameríka, gósenlandið. Ólafur kemur þangað á æðislegum uppgangstíma. Í vitund heimsins er Ameríka hraði, framfærir, tækifæri. Hann segir hann hefði ílengstar vestra hefðu lífsgæðin skipt hann mestu. En Ameríka er aðeins viðkomustaður á leið Ólafs. Hann nemur kínversku í New York, en síðan er hann farin á vitt Vestur-Íslendinga í Chicago, Minneapolis, Winnipeg og loks á Kyrrahafsströnd Kanada, þar sem honum hafði verið falið að þjóna prestlausum íslenskum söfnuðum. Aftur stígur hann á skipsfjöl í september 1921. Ferðalög á þessum tíma eru seinleg, en sveipuð ólíkt meiri ævintýraljóma en nú er. Skip sem sigla á milli heimsálfa eru heimur út af fyrir sig, eða öllu heldur smækkuð mynd af heiminum. Þau heita glæstum nöfnum. Ólafur siglir yfir Kyrrahafið á skipi sem nefnist Empress of Russia. Hér eru fjölmargir nautnasjúkir auðkýfingar, skartkonur og hefðardrósir, globetrotters og kaupsýslumenn og nokkuð á annað 100 kristniboðar og kristniboðslæknar. En komiru niður í kjallarann, hið geysistóra 3. eða 4. farrými neðst í skipinu, er öðruvísi umhorfs. Þar ægir öllu saman og minnir á götulíf í bæjum í Austurlöndum, en eru þar mörg hundruð Kínverjar. Þeir sitja undir þiljum liðlangan daginn, reykja og spila upp á peninga, segja sögur og leika kínverska skopleiki. Í raun og veru hagar nú þannig til í heiminum að mikið svipar til skipulagsins borð í Empress of Russia. Hvítir menn upp á 1. og öðru farrými, en Asíumenn í kjallaranum. Haustið stendur ungi maðurinn á hafnarbakkanum í Shanghai, þessari miklu alþjóðahöfn sem er Kínverjum táknum ásælni útlendra manna. Stórveldin hafa þar sitt eigið hverfi, þar sem Vesturlandabúar eru eins og heima hjá sér. Það ríkir sem næst algjört stjórnleysi í landinu. Keisaradæmið er fallið og Kuomintang-hreyfingin sem nýtur forystu Sun Yat-sen hefur ekki náð að fylla upp í tómarúmið. Þetta er tími herfursta sem hafa skipt ríkjun á milli sín og stjórna af geðþótta. En stjórnmál er ekki efst í huga unga mannsins þótt þau eigi eftir að hafa úrslita áhrif á líf hans. Bátarnir sigla upp fljótin og þverárnar eins og þeir hafa gert í mörg þúsund ár, en einn daginn er komin Íslendingur sem beið fars. Kristniboðsstöðin er langt úr alfaraleið á þéttbýlu landbúnaðarsvæði í norðanverðu Mið-Kína. Norðmenn höfðu komið þangað fyrst 11 árum áður. Þetta höfðu verið hörmungaár, vegna hungurs og ófriðar var talið að íbúum svæðisins hefði fækkað þriðjung á þessum áratug. Ferðinni er heitið til staða sem heimsbyggðin hefur vissulega ekki heyrt getið. Frá Shanghai er farið 5 daga leið upp Yangtze-fljót. Í Hankou taka við litlir fljótabátar, siglingin upp Han-fljót tekur 3 vikur. Þá er loks komið í smáborgirnar Dengxiao og Lahou-Khao sem eru áfangastaður. Þolumæði Kínverjana virðist óendanleg, en ferðalagið reynir á þolrif Íslendingsins sem skilur nú hvað felst í kínversku kveðjunu sem þýðir orðrétt, farðu þér hægt. Menn komast leiðar sinnar
en farartækin eru góður skóli í kínverskri þolinmæði. Mest dáðist ég þó að þeirri þolinmæði sem virtist hvíla yfir þessum langferðamönnum. Út úr ánægjusvip andlitana fannst mér auðlesið: við komumst ferð okkar, ekkert liggur á. Allar góðar vættir gefi að járnbrautirnar komi aldrei hingað og eyðileggi landið og atvinnuvegina. Ég hneigði mig lotningarfullur og kvaddi: man dít í stó, hægan far. Norðmennirnir kalla hann glaða Íslendinginn. Hann er fljótur að geta sér vinsældir, bæði meðal þeirra og Kínverjana. Hann er síraulandi fyrir munni sér og léttari í bragð en Norðmennirnir, sem eru flestir aldir upp í strangari skóla trúarinnar frá blautu barnsbeini. Sönginn hefur hann líklega frá föður sínum, glaðverðina frá móðurinni. Í hjarta sínu er hann sveitamaður sem er náttúraður fyrir að velta fyrir sér eðli hlutana. Hann verður velmæltur á kínversku, hann skoðar allt með forvitni og lærir að taka kvikmyndir til að skrásetja upplifanir sínar. Nýkominn veitir hann því athygli að allstaðar heyrist ískur í hjólbörum sem eru þörfustu þjónar bændafólksins. Honum þykja helgi athafnir búddatrúamanna forvitnilegar. Af hrifningu myndar hann stúlku sem fléttar á sér hárið af mikilli list. Kína vekur stöðugt með honum aðdáun og furðu þótt hann sé í hjarta sínu mikill Íslendingur og hafi langt í frá gleymt uppruna sínum. Hann veit að þarna hefur hann fundið sinn lífsvettvang. Samt er ekki laust við að örli á heimþrá eftir Norðurárdalnum þegar hann skrifa nýkominn eftir gönguferðum nótt. Veitingahúsið er í þröngu dalverpi inn á milli fjallana. Ég held að landslagið sé íslenskt. Hlíðar þægilega brattar, iðgrænir hvammar og dimm lækjardrög. Og í hálfrökkri eru kínversku bændabílin ekki óáþekk íslenskum torfbæjum. En fossanið heyrirðu engan. Í sumarhitunum eru allir lækir þurrir og áin sjálf örlítil kvísl. Er ofardregur saknarðu hvassrar hamrabrúnar og djúpra gilja. En vissulega fer það ekki fram hjá honum að lífið er snautt af þægindum. Óþrif eru þjóðarlöstur, óþæfurinn oft kæfandi. Lýs og flær fara ekki manngreinar álit. Sjúkdómar eru aldrei langt undan, blóðkreppusótt og mýrarkalda herja á, ófáir kristniboðar forða sér aftur í betra loftslag. Beiningamenn eru hvarvetna fjölmennir og í flokkum. Það er siður og skylda að gefa þeim, enda hafa þeir ekki önnur hús að venda, en annars eru Kínverjar skeytingalausir ógæfu og þjáningar náungans. Ópíumnautn er útbreidd og margir komast á vonarvöl vegna þessa þjóðarböls. Ræningjaflokkar eru allt í kring þegar dimmir er engin óhultur fyrir þeim. Þegar ófriður magnast vita kristniboðarnir að oftar en ekki beinist gremja hinna innfæddu fyrst að þeim. En fyrir þetta skulum við ekki telja okkur meiri menn en Kínverja sem ávallt virðast njóta allra gæða lífsins hvernig sem kringumstæðurnar eru. Enda eru þeir miklu glaðlyndari menn og skemmtilegri en við. 2. október 1926 kvænist Ólafur Herborgu Eldivík, kennara frá Þrændalögum í Noregi. Herborg hafði verið nemandi á Fjallhaug og þau Ólafur höfðu hist þar, en það var ekki fyrr en í Kína þau felldu hugi saman. Herborg hafði dvalið í Kína í 3 ár og allan þann tíma var óöldin að magnast. Kristniboðar höfðu margsinnis orðið að flýja ræningjaheri, þá héldu þeir út á fljótið og létu fyrirberast þar, enda var haft verið satt að ræningjarnir vildu heldur klófesta einn útlending en heila borg. Þegar þeir komu aftur í land blasti við þeim viðurstyggð eyðileggingarinnar, brunnin þorp, hugstóla fólk, en búsmalinn og lífsviðurværið á bak og burt. Í samanburði það eru það litlar búsifjar að eitt sinn máttu þau Ólafur og Herborg sjá eftir flestum eigum sínum í hendur ræningja, þar á meðal giftingarhringunum. Á þessum árum skrifuðu blöð á Vesturlöndum þá illu meðferð sem útlendingar mættu sæta af hendi Kínverja. Ólafur gerði sér þó grein fyrir því að svo einfaldlega var ekki pottinn búið. Ókúaðir veittu Kínverjar ekki útlendum mönnum aðgang að ríkinu. Við njótum hér engra réttinda sem ekki eru herveldisstefnunni að þakka. Öll okkar framtakssemi í Kína er enn undir vernd okkar hugdjörfu hermanna og ágætu vopna. Fari illa okkur, erlenda menn í Kína, ættum við síst öðrum að kenna, því sjálfir höfum við búið svo bólið.
1927 borgarastríð í Kína. Þjóðernissinnar undir forystu Chiang Kai-shek höfðu verið í bandalagi við kommúnista gegn sameiginlegum óvinni í röðum herstjóra. Þegar lokatakmarkið virtist í augsýn að sameina Kína undir einni stjórn, ákvað Chiang að ganga milli bols og höfuðs á kommúnistum sem flýðu í átt til fjalla. Allir börðust gegn öllum, þjóðernissinnar, kommúnistar, sveitir herfusta og ótíndir ribbaldar sem undu hag sínum vel í slíku upplausnarástandi. Kristniboðum var ekki lengur vært í landinu og flýði í átt til strandar. Hvað eftir annað hafði fólk í hótunum við kristniboðana og algengt var að menn hrópuðu á eftir okkur: útlendu djöflar, útlendu hundar, niður með kristindóminn, drepum útlendingana. Við vorum 22 karlmenn, 30 konur og 27 börn á 10 bátum. Ekki þorðum við að láta mikið á okkur bera. Á 2 stöðum safnaðist saman mikill fjöldi fólks á árbökkunum og kastaði grjóti og moldarköglum á bátana. Þessi litli floti komst þó á 14 dögum niður til Hang Khao. Þar komust þau borði í síðasta skipi sem flutti útlendinga til Shanghai. Á Yangtze-fljóti rigndi kúlum yfir skipið en bandarískur byssubátur sem var í för svaraði skothríðinni. 13. ágúst 1927 standa Ólafur og Herborg á tindi Fusiyama-fjalls í Japan og horfa á morgunroðan yfir öldum Kyrrahafs. Hún ber fyrsta barn þeirra undir belti. Þau eru á leið heim stundarsakir. Frá Japan liggur leiðin til Mansjúríu og þaðan með Síberíubrautinni inn í ríki Stalíns og ráðstjórnarinnar. Þar blasa við skynhorfð börn og tötralega á brautarstöðum. Lestin mjakast hægt í átt til Norðurálfu, slíka ferð fer engin ótilneyddur nema einu sinni á ævinni. Það var óharðnaður unglingur sem fór frá Íslandi, heim kemur þroskaður og lífsreyndur maður, víðförull en flestir landar hans, enda hefur hann lagt að baki hringinn kringum hnöttinn. Honum er tekið með kostum og kynjum og heldur á annað 100 erindi árið sem hann dvelur hér. Það verða líka þáttaskil í starfi hans. Samband íslenskara kristniboðsfélaga er stofnað í kjölfar þess áhuga sem vaknar við heimkomu Ólafs. Upp frá þessu eru það Íslendingar sem kosta hann til kristniboðs. Aftur er lagt í langferðalag, nú með lest yfir þvera Evrópu og þaðan með skipi gegnum Súesskurð og þaðan yfir Indlandshaf, Ceylon og Singapúr og loks til Shanghai. Þetta er mánaðarsigling. Þegar til Kína kemur er Chiang Kai-shek að takast að brjóta allt landið undir þjóðerni sinna. Kommúnistar eru króaðir af á fjöllum og eiga sér vart viðreisnar von. Gangan langa er skammt undan. Með örlítilli bjartsýni er hægt að vona að friðartímar séu í vændum í Kína. Samt er enn ófriðilegt, öldur borgarastríðs hefur ekki lægt. Ólafur er fararstjóri fyrir flokki 6 kvenna og 10 barna. Her ræningja hamlar för upp Hanána. Að endingu verður úr að öðrum ræningjaflokki er mútað til að fylgja þeim upp ána. Þeir sitja uppi og reykja ópíum meðan fullorðna fólkið reynir að halda hita á börnunum. Þegar til Deng Xiao kemur eru ræningjar uppivöðslusamir og eru það reyndar næstu árin. Þetta er í 9. eða 10. skiptið í vetur sem barist hefur verið hér á götum borgarinnar. Bændaher, borgarlið og hreinir og beinir ræningjaflokkar er kallað sig bolsjevika, hafa barist borgina og ýmsum veitt betur. Sigurvegararnir hafa látið greipar sópa hjá borgurunum svo að hagur almennings er hinn erfiðasti. En nú vonar maður að umskiptin verði góð. Margt horfir þó til framfara í þessu ævagamla bændasamfélagi, sumt fyrir tilstilli kristniboðana. Konur er ekki hátt skrifaðar og kínverskur vinur Ólafs fellir tár þegar nýfætt barnabarn hans reynist dóttir. En hjá kristniboðunum hljóta ungar stúlkur menntun og komast undan þeirri nauð að láta reyra fætur sína eins og mæður þeirra og formæður sem högtum með erfiðismunum. Sjúkrahúsið er það eina á svæði með 5 milljón íbúa. Þar fá líkþráir læknisaðstoð.
Börn sem annars hefðu farið algjörlega á mis við alla menntun læra að lesa og skrifa og reikna. Blindir hljóta þjálfun og verða fyrir vikið ekki þeim örlögum að bráð að verða beiningamenn. Ópíummenn kasta eiturtólum sínum á eldinn og setjast á námskeið skaðsemi fíknarinnar. Fagnaðarerindið þó fyrir öllu. Vegna þess gera kristniboðarnir sér ferð langleiðina á heimsenda í fullkominni óvissu hvort þeir eigi afturkvæmt til ættingja eða ættjarðar. Oft komu menn langt að til að tynda á lí, heyra kenninguna. Og af því sáðmennirnir voru köllun sinni trúir, reyndist það satt eins og ávallt að sumt féll í góða jörð og bar ávöxt. Þeir sem svo höfðu veitt fagnaðarboðskapnum viðtöku hurfu glaðir heim aftur og vitnuðu með djörfung blessun samfélagsins við mannkynsfrelsaran Jesúm Krist. Þannig mynduðust smá söfnuðir hér og þar sem kristniboðinn ferðast á milli. Hann kemur föstu fyrirkomulagi á starfið, útvegar þeim innlendan prest eða kristniboða og barnakennara. Og ef þörf krefur leggur kristniboðsfélagið fram nokkurt fé til að byggja samkomuhús. Ekkert má bresta. Það farið að drýja matinn með mold og trjáberki, búsmala slátrað, enginn sýnir öðrum alúð eða meðaumkun, fólk selur eigur sínar, karlmenn selja konur sínar og börn, bæirnir fyllast af ölmusumönnum, fréttir berast af því að þúsundir hungraðra manna ráðist á opinberar byggingar og ræni og myrði. Skortur á 3 ára fresti, hungur 5. hvert ár viðkvæði í Dengsjansýslu. Einn morguninn lá 11 ára gamalt barn fyrir utan dyrnar hjá okkur. Liðið lík. Ómögulegt reyndist að vita hver ætti það. Það var oftast eftir nóttina að dáið fólk fannst hér og þar á götunum. Lögreglan seldi beiningamönnunum líkin í hendur. Þeir fengu fataræflana fyrir að sökkva þeim niður í skotgrafirnar fyrir utan borgarvirkin og moka yfir. Þegar kristniboðarnir hafa ekki meiri mathanda en hungruðu, útdeila þeir peningum. Þeir reyna að líkna fólki sem unnvörpum gefur upp öndinni í bækistöð þeirra. Atburðirnir greipa sig í vitund Ólafs. Ég minnist ekki neins frá kristniboðsstarfinu sem jafn auðmýkjandi að hugsa til og þessarar ófullkomnu og ófullnægjandi hjálparstarfsemi á miklum neyðartímum. Orsök þess annars vegar sú að þá sá ég mannlega neyð hvað mesta. Hungur myrðir bæði líkama og sál. Hins vegar hefur amað að mér sársaukafull tilfinning af hver hræðilega ónóg hjálp okkar var og að við hefðum sjálfsagt geta gert betur. Annað reiðarslag ríður yfir. Kristniboðarnir hafa bundist fastmælum að ekki verði greitt lausnargjald þótt einhverjum þeirra sé rænt. En einn daginn horfinn náinn samverkamaður Ólafs, Knut Samset. Leitin að Samset hefur orðið norðmönnum efni í bækur en samt ýmislegt óljóst þessa atburði. Samset var numinn burt á leið frá Lahá sumarið 1936. Ódæðismennirnir voru ræningjar á bandi kommúnista. Kristniboðarnir hófu þegar þrotlausa leit og töldu ekki eftir sér að elta ræningjaflokkin heila 3000 kílómetra. Ólafur var á slóð þeirra í 2 mánuði vegi og vegleysur en allt kom fyrir ekki. Tæpu ári eftir brotthvarfið fréttist að Samset hefði látist í höndum ræningjana. Þessir atburðir vörpuðu skugga yfir starf kristniboðana og sjálfum var Ólafi alla tíð óljúft að minnast þeirra. Þessi ferð hefur tekið mjög á því sagt að hann hafi aldrei verið jafn glaður maður eftir. En skuggarnir lengjast ekki bara á kristniboðsvæðinu afskekkta. Allstaðar eru blikur á lofti. Japanskir bíógestir virða fyrir sér Hitler og Mussolini sem aka vígreifir gegnum manngrúan á Sigurstræti í Berlín. Japanir vilja verða herraþjóð Asíu. Þá skortir landrými og þeir finna sér allskyns réttlætingar fyrir ofbeldisverkum og yfirgangi. Þeir ráðast fyrst á Shanghai 1932 og hafa þegar lagt undir sig Mansjúríu og sett þar á stall Lepsin, Pu Yi, sem barnað aldrei var keisari yfir öllu Kína. Kínverjar eru auðveld bráð. Þótt stríð hafi verið þar daglegt brauð fjölmennasta þjóð í heimi klofin innbyrðis. Chiang Kai-shek forðast í lengstu lög að styggja eina herská og granna og blygðunarlaust flíka þeir hernaðarmætti sínum.
Sumarið 1937 finna þeir átillu til að gera allsherjar innrás í Kína með grimmdarverkum og ómælanlegum blóðsútellingum. Fréttir af stríðinu berast ekki til Dengxiang-sýslu fyrir en það hefur staðið í 2 vikur. Það er komið að Ólaf að fara í frí eftir 8 ára útivist. Síðla árs 1937 skrifar Sigurbjörn Á. Gíslason í Morgunblaðið og segir: Það hafi í vetur birst margar hroðasögur hægi kristniboða í Kína. Ýmsir þeirra hafa beðið bana við flugvélaárásir Japana. Aðrir hafa orðið fyrir ósvífnum ræningjaárásum og margir hafa lent í mestu hrakningum þeir leituðu til hafnarborga úr upplöndum Kínaveldis. Kunnugt er að Ólafur Ólafsson ætlaði að hefja heimför sína í lok október og eru því íslenskir vinir hans milli vonar og ótta ferðalag fjölskyldunar ófriðarhéruðin. Óttinn var ekki ástæðulaus. Ferðin til strandar er ævintýraleg og skelfileg. Börnin eru 5, það yngsta á öðru ári, það elsta á því 10. Í þetta sinn þykja óeirðir á Hanáni hreinasta smámál. Í Hangzhou kemur í ljós að fljótaleiðin til Shanghai er lokuð. Loks tekst þeim þó að fá far niður Yangtze-fljót, niður fyrir Nanking. Þar leigja þau mótorbát sem siglir með fjölskylduna út úr fljótinu og í 2 daga eftir skurðum og síkjum þangað til komið er niður fyrir Tundurdublin sem Kínverjar höfðu lagt í fljótið til að varna Japönum för. Loks komast þau til Shanghai. Á leiðinni mæta þau ótal japönskum skipum sem sigla til frekari landvinninga ofar með fljótinu. Shanghai hefur tekið stakkaskiptum frá því Ólafur kom þangað fyrst 17 árum áður. Japanir hafa hellt sprengjum yfir borgina og hún er á þeirra valdi. Kólerufarsótt geisar meðal innfæddra borgarbúa. Ólafur tekur fram kvikmyndavél og myndar viðleitni mannvinna til að seðja eitthvert brot þeirra 700.000 flóttamanna sem höfðu leitað til borgarinnar. Eftir 9 daga bið í Shanghai tekst fjölskyldunni loks að komast í skip áleiðis til Hong Kong. Nú hvílumst við og njótum. Ekki matar, drykkjar og gleðskapar, heldur fyrst og fremst öryggis. Þeir sem það hugsa sjá að fleira er erfitt kristniboða en ferðalag með konu og 5 ung börn ófriðarlönd. En mikil er breytingin að mega nú vera óhultur með ástvini sína heila á húfi dag eftir dag. Það er tímanna tákn að sjóferðina heim siglir fjölskyldan á þýsku skipi Gneisenau sem nokkrum árum síðar liggur sundurskotið á hafsbotni. Það eru haldin jól, á myndum virðist lífið borð áhyggjulaust, börnin leika sér á þilfari, fólk er hvítklætt, þarna virðist andblær glaðari og áhyggjulausari tíma, allt undir merki hakakrossins. Það er siglt í mánuð áður en komið er til Evrópu. Fjölskyldan kemst heil á húfi til Noregs og þaðan til Íslands, en Ólafur á ekki afturkvæmt til Kína, aldrei framar. Nokkrum mánuðum síðar brýst út heimsstyrjöld. Það er ekki tími fagnaðarboðskaps, enginn fer neitt nema erindans tengist stríði og manndrápum. Hann bíður stríðsloka og vonar að þá auðnist sér að komast aftur til Kína. En stríðið dregst á langinn, börnin gleyma kínverskunni sem eitt sinn var þeim munntöm, þau gangi í skóla og verða smátt og smátt Íslendingar. Fallbyssurnar eru ekki fyrr þagnaðar en borgarastríð brýst aftur út í Kína. Kommúnistar og þjóðurnirsinnar höfðu náð sáttum meðan fylkingarnar börðust gegn Japönum, nú berjast þær innbyrðis til þrautar. Kommúnistar eru harðsnúnar en liðsmenn Chiang Kai-shek. Stofnun alþýðulýðveldisins Kína er lýst yfir 1949. Bambustjaldið fellur. Mao formaður þiggur vald sitt frá spámönnunum Marx og Lenin, innan tíðar er hann orðinn einn leyfilegur guð meðal Kínverja.
Sporgöngumaður Ólafs í Kína, Jóhann Hannesson kristniboði, hrökklast undan kommunistum. Það renn upp myrkra tímar fyrir kristna menn í ríki Maós. Óljósar fréttir berast af ofsóknum, annars þögn. Hér á Íslandi lífið öllu friðsamlegra. Ólafur fer heim í Norðurárdal á fund baulu og ættingjana. Þegar hann kvaddi voru systkinin á æskuskeiði, nú eru þau roskið fólk. Í raun stundar Ólafur ennþá kristniboð, hann skrifar bækur og blaðagreinar, starfar að útbreiðslu biblíunar og óþreytandi að ferðast landshorna á milli, talar í samkomuhúsum og skólum og sýnir kvikmyndirnar frá Kína. Með honum kemur andblær framandi menningar í afskekktar byggðir. Það verður honum gleðiefni að synir hans tveir ákveða að gerast kristniboðar. En Kína var víðsfjarri, óaðgengilegt land sem hafði lokað sín í skel, sveipað dularhjúp atburða sem virtust óskiljanlegir. Ólafur varð að láta sér nægja það brot af Kína sem hann hafði tekið með sér heim, ýmislegt smádót, gamlar ljósmyndir, minningar, stopular og óáreiðanlegar fréttir. Eitt sumarið þó kominn gestur úr öðrum heimi, Lindán Seng kristniboði frá Kína. Í íslenska sumrinu gleymast stundarsakir áhyggjur af vinum sem í hættu staddir. Skemmtilegast þykir Ólafi þó að geta talað kínversku aftur. Ólafur Ólafsson lést 30. mars 1976. Hann hvílir undir steini úr baulu, fjallinu sem hann hafði dálæti á síðan hann hafði það fyrir augunum barn og rímar að formi við Fusiyama, fjallið sem hann kleif ungur maður með ungri konu sinni og horfði á sólina rísa yfir öldum Kyrrahafs. Mér finnst ég eiginlega að hafa lifað lífi mínu í Kína. Að hálft í hvoru sé eins og þar hafi ég lokið ævistarfi mínu þótt árin yrðu ekki nema 14. Allt annað hefur verið inngangur eða aðdragandi þess og síðan viðbót eða eftirmáli. Fyrir ára sem ég átti í Kína minnist ég ekki sem fjarlægrar fortíðar. Allt sem bar fyrir mig stendur mér lifandi fyrir hugskotssjónum, eins skýrt og lifandi og það hefði gerst fyrir ári eða jafnvel í gær. Með öðrum orðum, ekki sem fortíð, heldur sem eilíf nútíð. Þetta eina sem hefur gilt í lífi mínu og gildir enn, kristniboðsköllun mín. Og það var einmitt fyrir það mikla heillaspor að ég fékk að koma til Kína.